Við höldum áfram með föstudagsþáttinn. Núna stendur yfir góðgerðarvika í Menntaskólanum á Akureyri og hingað til að segja mig betur frá því eru það komnar hingað Ína og Kristína sem sitt í stjórn skólafélagsins Hugins. Verið hjartanlega velkomnar stúlkur. Takk fyrir. Gaman að fá ykkur hingað og tala þetta. Þeir eru náttúrulega að safna pening til styrktar góðgerðarmála. Þetta hefur verið í mörg ár þessi góðgerðarvika. Hvaða málefni á að styrkja í ár? Já, við erum að styrkja Pieta-samtökin. Já. Flestir vita hvað það er. Þetta er aðalega til aðstoðar fólk sem hefur sjálfsvígshugsanir held ég. Já. Og aðstandenda sem hafa lent í sjálfsvígshremlum. Já, einmitt. Og góðgerðarvikan fer þannig fram að það er ekki bara allir nemendur skólans meira og minna virkjaðir eða þeir sem vilja allavega og vellingi geta valdið? Jú, það eru rosalega margir sem að skrá áheiti sem að eftir ákveðnu upphæð sem að safnast þá gera þau eitthvað þetta áheiti sem þau hafa skráð. Já. Og já, það er alltaf ótrúlega margir og síðan ótrúlega margir sem styrkja innan skólans. Já, og eftir því sem að safnast meiri peningur því einhvern veginn djarfari verða þessi áheit svona meira og meira erfitt að framkvæma og meira tímafrekara og svoleiðis. Hvernig, segið mér nú aðeins svona hvað er það helsta sem hefur verið í gangi núna í vikunni og hvað ætlar fólk að gera eftir því sem að safnast meiri peningur? Þeir náttúrulega byrjuðu á því að spila tónlist mjög auðvelt í rauninni framkvæmd og svo eru þau búin að vera að spila hljómsveit í heilan skóladag, óskalög. Já. Síðan var einn sem að talaði ekki í heilan skóladag. Sem að getur verið kannski einhver málglöð. Já. Og já, þetta er svona helsta sem er búið að vera í gangi og síðan voru þeir 4 sem að lyftu 200 tonnum fyrir 200.000 samtals. Já. Og núna er íþróttafélagið byrjaði klukkan 8 í morgun og verður í 24 klukkutíma að spila íþróttir. Já. Þannig að, já. Þannig að það er ýmislegt á döfinni, sko. Og eftir, og eins og vorum að tala eftir sem að það safnast meiri peningur þeim eru svona stærri í sniðum verða þessi áheit allsumur. Og er ekki einhver hugmyndum að það er einhver að róa jafnvel frá Grenivík til Akureyrar. Og svo er myndbandafélag í skólanum sem ætla að keyra hringinn í kringum landið. Já. Fyrir 800.000. Já, einmitt. Þannig að þetta er mjög metnaðarfullt. Já, þetta er það svo sannarlega. Þannig að 800.000, það er nú ekki stór peningur í því samhengi. Það er svo dýrt að ferðast innanlands að það er alltaf að dugi fyrir ferðinu. Þannig þeir ætla bara að taka hringinn í kringum landið, stoppa til að fara á klósettið. Já, þeir ætla ekki að stoppa. Nei, bara að taka þetta í einu holli. Já, í gærkvöldi voruð þið með kvöldvöku og vikunni líkur samt náttúrulega ekki fyrir en á sunnudag, þannig að fyrir áhugasama sem sitja heim í stofu og horfa á þetta í tölvunni, að þá er ennþá séns á að leggja þessu góða málefni í lið, ekki satt? Jú, sannlega. Þetta er frjálsframlög alltaf velkomin. Alltaf. Munar rosalega mikið 500.000 kall. Þetta skiptir allt rosalega miklu máli. Já. Bara hversu lítið sem það er. Það skiptir máli. Það safnast og við erum bara búin að sjá það að 1000 kall plus 1000 kall verður á endanum 500.000. Þannig þetta er... Það er fljótt að koma þegar margir hjálpa stað. Og vitið hversu oft hefur þessi góðgerðarvika verið haldin? Þetta er allavega greinilega orðin hefð sem hefur fest sig í sessi eða hvað? Já, við erum ekki með alveg nákvæmt hvenær hún byrjaði en hún er samt alveg milli 5 til 10 ár síðan þetta byrjaði sko. Já. Og þetta hefur alltaf gengið rosalega vel. Verður bara stærra og öflugra og öflugra. Það var ótrúlega heppilegt líka í fyrra að náða að halda í samkomubanni fyrir að halda góðgerðarviku sem hún var bara alveg rafræn. Hún var bara, Þannig að það er eitthvað aðeins rafrænt hjá okkur í ár en við náum líka að halda mikið innan skólans. Já, að því bara hömlurnar eru orðnar þannig að það er hægt að gera eitthvað loksins. Sem hlýtur að vera, fyrir ykkur sem eru að skipuleggja félagslífið og svona í skólanum hlýtur að vera ofboðslega þakklátt. Bara, Það er búið að vera undarlegur vetur svona upp á félagslífið að gera. Já, mjög. Þannig að það er greinilega í nógu að snúast hjá ykkur. Það er ekki bara góðgerðarmálin, heldur það líka
að halda uppi í stöðinu bara í skólanum. Jú. Og svo eru þið náttúrulega frumsýna í næstu viku, það ekki naglbítasamleikin Hjartagull? Jú, Hjartagull. Leikfélagið að frumsýna það. Já. Þau eru búin að vera stífum æfingum. Byrjuðu æfi í hófi og svo frumsýning á föstudaginn 19. Einmitt, þannig að það greinilega engin lognmolla upp í MA. Ætlið þið sjálfar eru þið sjálfar með einhverja áheit? Ætlið þið að gera eitthvað ef það safnast ákveðið mikill pening? Við stjórnum ætlum að láta rjóma okkur fyrir 700.000 krónur. Já, er það þá bara nefnendur að fleygja í ykkur rjóma? Já, bara svona rjómakökur í andlitin. Já. Margir sem hafa gaman að því. Það er þá svona pólitískir andstæðingar og fá eitthvað út úr því. Já, ég meina það er bara allt sem safnar pening. Þannig að þið eru svo sannarlega ofan á skipuleggja þetta allt saman að leggja ykkar á mörkum. Spila íþróttaleiki og láta rjóma sig. Ég legg ekki mikið meira á fólk. Þetta er alveg ótrúlega magna og við hvetjum fólk auðvitað til þess að, eins og við sögðum áðan, að leggja þessu góða málefni lið ef það hefur tök á og við látum bara upplýsingar hvernig það á að bera sig að því koma hérna upp á skjáinn. En annars segi ég bara gangi ykkur ótrúlega vel og takk fyrir að koma í þáttinn. Takk fyrir að fá okkur. Já, mín var ánægjan. Og hérna eftir auglýsingar þá ætlum við að fá innslag þar sem við fáum að sjá frá styrkveitingum úr menningarsjóði og menningar- og viðurkenningarsjóði KEA. Þannig að fylgist þið með því hérna eftir auglýsingar.